Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Við kveðjum í dag og við kveðjum í kærleika og þökk Aldísi Stefánsdóttur og ætla ég hér í upphafi athafnarinnar að flytja ykkur þær kveðjur sem hafa komið. Frá Spáni berast dýpstu samúðarkveðjur frá Bjössa litla bróður og Stínu Möggu. Þá koma hér kæra kveðjur frá yngri systkinum Aldísar, þeim Unni, Stefáni og Eiríki ásamt Möggu þeirra og með þeim fljóta kveðjur frá systurdætrum Aldísar, Bergþóru Stefánsdóttur og þeim systrum. Brynja Blomsterberg kveður kæra tengdamóður og vottar fjölskyldunni samúð sína. Barnabörnin Katarína og Mattías senda kveðjur sína frá Noregi með þakklæti fyrir allar góðu minningarnar og heimsins besta bananabrauð. Það eru fleiri barnabörn sem senda kveðjur sína frá Noregi. Teresa Mattísen ásamt sambýlismanni og dætrum, Adrian, Steinur Morensen Polsugard, Lér eiginmaður ásamt börnum og barnabörnum, Karl Mortensen Morlaug, eiginkona hans ásamt börnum og barnabörnum og á Englandi er eitt barnabarnið til sem að sendir kveðjur sínar, Trausti Þór Andrésson ásamt sambýlismanni. Frá Bandaríkjunum berast samúðarkveðjur frá systrunum Önnu Dóru Lúthersdóttur og Margréti Láru París. Þá er hér samúðarkveðja frá Birgi Óskarsinni. Góðar kveðjur bárust frá Önnu Lind Björnsdóttur með þakklæti fyrir góða stundir á Hellisandi og Noregi á liðnum árum. Og loks var ég beðin að koma til skila kveðjum frá félagi eldri borgara hér í Snæfellsbæ. Erfidrykkjan verður í félagsheimilinu Röst á Hellisandi og eru allir viðstaddir velkomnir þangað. En við skulum nú stíga inn í helgastund þar sem við signum okkur og segjum nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Já, almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbittnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig, að treysta nálægt þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist drottni vor. Amen. Og við svörum Amen.
Í spádómsbók Jesaja stendur skrifað: Lofsyngið himnar, fagna þú jörð, þér fjöll hefjið gleðisöng, því að Drottinn hugreistir þjóð sína og sýnir miskunn sínum þjáðu. En Síon segir: Drottinn hefur yfirgefið mig, Guð hefur gleymt mér. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu, að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu? Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Ég hef rist þig í lófa mér. Hlýðið á mig, ættmenn Jakobs og allir sem eftir eru af Ísraels ætt. Tekið var á móti yður við fæðingu og þér bornir allt frá móður lífi. Allt til 11 ára verð ég hinn sami, ég mun bera yður þar til þér verðið gráir fyrir hærum. Þetta hef ég gert og ég mun bera yður og frelsa. Apostolinn
Páll segir í bréfi sínu til kirkjunnar í Róm. Elskan sé flærðarlaus. Hafið andstyggð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Verið ástúðleg hvert við annað í bróðurlegum kærleika og keppist að sýna hvert öðru virðingu. Verið ekki hálfvolg í andanum, í áhuganum, verið brennandi í andanum. Þjónið drottni, verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni, staðföst í bæninni, takið þátt í þörfum heilagra, leggið stund á gestrisni. Blessið þá ofsækja ykkur, blessið en bölvið ekki. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum. Verið sama hug til allra, verið ekki stórlát, umgangist fúslega lítilmagna. Oftreystið ekki eigin hyggind. Gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt fyrir sjónum allra manna. Hafið frið við alla menn að því leyti sem það unnt og á ykkar valdi. Kæri vinir, ég býð ykkur að rísa nú úr sætum á meðan við hlýðum á heilagt Guðspjall sem að hljóðar svo í Drottins nafni.
Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekki þér. Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munið þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafið séð hann. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Gjörið svo vel og fáið ykkur sæti. Kæru vinir, náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Í orðum Jesaja spámanns heyrðum við fyrirheit Guðs. Ég mun bera yður þar til þér verðið gráir fyrir hærum. Þetta hef ég gert og ég mun bera yður
Ég mun bera yður og frelsa. Þessi orð lýsa mætti Guðs, en þau lýsa líka þessu ferðalagi sem að líf okkar er. Við göngum í gegnum gleði og sorgir. Þar stundir þar sem við vinnum smáa eða stóra sigra og stundum förum við í gegnum erfiðleika, þar sem við erum máttvana og ráðum illa við aðstæðurnar þegar andstreymið er hvað mest og stormar lífsins bylja á okkur með ógnar krafti. En mitt í öllu þessu er þessi milda, trúfasta nærvera Guðs sem fagnar með okkur á gleðistundunum, grætur með okkur þegar sorgin ber að dyrum og lyftir okkur upp og ber okkur á örmum sér þegar við verðum magnþrota. Líf Aldísar Stefánsdóttur birtir okkur sannleika þessa orða á fallegan og áþreifanlegan hátt. Á langri ævi hennar skiptust á skín og skúrir og þegar hún þurfti að bera byrðar sem hefðu getað brotið marga manneskjuna niður, bar hún þær með æðruleysi, dugnaði og hlýju og ég trausti þess að hún væri alltaf í öruggum höndum Guðs. Við komum saman hérna í dag til að syrgja, til að minnast og að þakka Guði fyrir líf Aldísar. Í sorginni megum við líka leyfa gleðinni við þeirri blessun sem að Aldís var að ylja okkur leið og við munum eftir því að við syrgjum ekki án vonar. Jesús Kristur lifir og þess vegna lifa áfram öll þau sem tilheyra honum. Aldís fæddist á Neskaupstað þann 19. apríl árið 1934 sem vildi svo til að vera sumardagurinn fyrsti. Aldís var fyrst í röð 7 systkina en foreldrar þeirra voru þau Stefán Eiríksson frá Krossanesi við Reyðarfjörð og Guðný Guðnadóttir frá Vindheimi á Norðfirði. Á eftir Aldísi komu þau Ása og Guðni Þór sem nú eru látin og síðan Unnur Stefanía, Stefán, Eiríkur og Svanbjörn. Aldís talaði oft æskuárin á Norðfirði með sérstakri hlýju, enda bar hún alltaf sterkar taugar til heimahagana fyrir austan. Stefán faðir hennar var útgerðarmaður og beitti gjarnan línuna fyrir bátana sína, frekar en að fara sjálfur á sjó því að sjóeigin reyndist honum alltaf erfið. Hann var harðduglegur maður en oft fjarri heimilinu í langan tíma á vertíð. Þá var það Guðný, móðir Aldísar sem bar heimilið og börnin á herðum sér með eljusemi og dugnaði. Aldís mundi vel eftir Neskaupstað, þar sem hver bátur átti sitt pakkhús og kallarnir sátu að beita og fiskurinn var saltaður meðan að krakkarnir fylgdust með af barnslegri forvitni. Í þessum heimi þar sem að lífið var á stöðugri hreyfingu og allir lögðu hönd á plóg, lærði hún snemma hvað dugnaður og samvinna þýddu. Það kom því ekki óvart að hún fór sjálf ung að leggja sitt af mörkum og byrjaði að vinna í bakaríinu helgar aðeins 13 ára gömul. Æskuminningar Aldísar birt okkur mynd af dæmigerðu íslensku bæjarfélagi við sjávarsíðuna sem að iðaði að lífi, þar sem að fólk studdi hvert annað og börn lærðu ung að taka þátt. Það er í samhentu samfélagi á hlýju heimili og hjá traustum foreldrum var jarðvegurinn sem að mótaði Aldísi og gildismat hennar sem hún bjó að alla tíð. Aldís var 3 ára gömul fyrir því hörmulega slysi að detta aftur fyrir sig ofan í bala sem var fullur af sjóðheitu vatni og brennast mjög illa á baki og hægri handlegg.
Handleggurinn kreftist og Aldís þurfti að fara í læknisaðgerðir í Reykjavík til að reyna að laga vandann. Fyrstu 2 aðgerðirnar voru gerðar þegar hún var 10 ára en báru lítinn árangur. 5 árum síðar tók Snorra Hallgrímssyni lækni hins vegar loksins að rétta handlegginn af. Eins og nærri má geta olli þetta slys Aldísi ómældum þjáningum og afleiðingar þess fylgdu henni alla tíð. Skaðinn á handlegg Aldísar var til þess að hún gat ekki unnið hvaða vinnu sem var og skömmu eftir aðgerðina brá því frænka hennar Aldís Jónasdóttir til þess ráðs að ráða nöfnu sína í vist hjá kaupfélagsstjóra hjónunum á Hellisandi. Þetta gerði frænkan án nokkur samráðs við foreldra Aldísar og í fullkominu óþökk móður hennar sem að reiddist þessari afskiptasemi og leist ekkert á að leyfa Aldísi að fara vestur. En Aldís tók ábyrgð á þeirri stöðu sem var komin upp og sagði bara: maður á ekki að svíkja loforð. Þar með var það ákveðið og ferðin afdrifaríka landshorna á milli var farin. Síðasta spölin frá Reykjavík og á Snæfellsnesi fóru með flugvél og þegar hún sá úr lofti landslagið hér, hraunið, gígana, hólana og jökulinn, fannst henni eins og hún væri komin á tunglið. En á Hellisandi fann hún nýjan farveg fyrir líf sitt. Þar kynntist hún þeim góðu hjónum Halldóru og Friðþjófi í Rifi sem hún mat sannarlega mikils og dóttur þeirra Ester sem varð ævilöng vinkona hennar. Á heimili kaupfélagsstjórans gekk Aldís í öll almenn störf en henni fannst það verra að uppgötva þá að móðir hennar hafði ekki kennt henni matseld nægilega vel. Hún sagði hlæjandi síðar og hún hefði þó kunnað að sjóða kartöflur og það dugði til að byrja með. Fljótlega eftir að Aldís kom á Hellisand kynntist hún myndarpiltinum Aðalsteini Elíasi Jónssyni sem flestir þekktu sem hann Steina. Þau gifti sig árið 1953 þegar hún var 19 ára gömul og þurfti hún til þess skriflegt samþykki móður sinnar vegna ungs aldurs. Aldís sagði einhvern tímann þegar hún var lítil stelpa að þegar hún var lítil stelpa þá var hún ekkert fyrir börn og reyndi helst að koma sér hjá því að passa. Hún ætlaði sér ekki eignast nein, eða í mesta lagi 1 eða 2. Þau Steini eignuðust fyrsta barn sitt þegar hún var bara 17 ára gömul og síðan 8 til viðbótar á næstu 14 árum. Í dag eru afkomendur þeirra orðnir alls 83. Í þeim hópi eru 33 barnabörn, 41 barnabarnabörn og 6 börn í næsta lið þar á eftir. Fyrst kom Sólveig Jóna og síðan þau Stefán Guðni, Svanur, Heiðbrá, Ásdís Björg, Rut, Þór, Dís og loks Aðalsteinn. 9 börn. Að halda heimili gangandi með svona hóp af krökkum ekki bara dagvinna. Það heilstaks starf, næturvakt og yfirvinni helgi allt í einu. Aldís eldaði, bakaði, saumaði, slátraði, saltaði og reykti. Hún gerði slátur, rúllupylsur, kæfu, rabarbarasöltu og margt annað. Hún hugsaði börnin, sinnti nágrönnunum og tók á móti gestum eins og hún væri að reka gistiheimili og frídagarnir voru sennilega afar fáir. Eflaust var hún oft þreytt en það viðurkenndi hún samt aldrei. Þegar hún var spurð var svarið alltaf: ég, þreytt, nei. Þegar Aldís var seinna spurð: hvernig fórstu eiginlega að þessu mamma? Hvenær náðuð þú til dæmis að sauma öll fötin á okkur? Þá svaraði hún:
Nú á nóttun, elska mín. Já, Aldís var eins og Ruth segir hörku kerling. Börnin hennar hafa líka orðað með því að segja að hún var mikill jaxl. Ef hún var búin að ákveða eitthvað, þá stóð það. En leið var hún jákvæð, bjartsýn, ósérhlífin, fórnfús og hjartahlý. Aldís lifði lífi sínu í anda orða Páls úr pistli dagsins, þar sem hann segir: verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni, staðföst í bæninni og leggi stund á gestrisni. Hún lærði snemma að treysta á Guð í gegnum allt það sem lífið bar að höndum, ekki aðeins á gleðistundum, heldur líka þegar skuggarnir lágu yfir. Í þeim stormum sem hún mætti var trúin henni skjól og styrkur. Og að gestrisninni þurfti ekki að spyrja. Heimilið var alltaf opið og hlýtt og hún tók á móti fólki af raust. Stundum áttu nágrannabörnin það til að ganga á bökunarlyktina, banka á og biðja snúð eða kleinu sem Aldís gaf þeim þá að sjálfsögðu alltaf. Aldísi þótti vænt kirkjuna sína hér á Ingjaldshóli og hún þjónaði henni af trúmennsku í 20 ára. Hún söng lengi í kirkjukórnum og hlaut nýverið fyrir það Liljuna, heiðursviðurkenningu þjóðkirkjunar á sviði tónlistar. Hún sat einnig í sóknarnefnd í 17 ár og tók þátt í verkefnum safnaðarins, þar á meðals við byggingu safnaðarheimilisins hér niðri og kaup á nýju orgeli. Ingjaldshólssöfnuður er þakklátur Aldísi fyrir allt hið stóra og óeigingjarna framlag sem hún lagði af mörkum til safnaðarstarfsins og kirkjunar. Aldís var ætíð mjög áhugasöm og virk í félagsstarfi og gekk í góðtemplarastúku á Hellisandi eftir að hún kom þangað. Þá var hún mjög virk áratugaskeið í Kvenfélagi Hellisands og varð síðar gerð að heiðursfélagi Kvenfélagsins fyrir það starf. Hún vann ýmis störf ævina og fyrir utan það að ala upp 9 börn með öllu því sem því fylgdi, þá áttu þau hjónin líka alltaf þó nokkuð af hestum og kindum sem þurfti að sinna. Þegar Aldís fór út á vinnumarkaðinn 36 ára gömul, vann hún meðal annars við fiskverkun og ræstingar og starfaði síðar á leikskólanum á Hellisandi. Þegar hún vann í skelfiski var það meira að segja í akkordi, þar sem hún var mjög kappsöm. Aldís var hlý og lífsglöð kona með góða kímnigáfu, listræn og lagin í hannyrðum og í öllu því sem hún gerði var hún samviskusöm. Hún hafði gaman á tónlist og því að dansa við hann Steina sinn. Aldís elskaði líka að vera út í náttúrunni og eftir að börnin voru flutt að heiman fóru þau hjónin að ferðast landið með tjaldvagn, seinna fellihýsi, hjólhýsi og síðast húsbíl og það voru ófáar veiðiferðirnar sem þau fóru í á þessum árum. Hún var 47 ára þegar hún keypti sér sviggskíði og fór þá með einni dóttur sinni upp í Kerlingafjöll á skíðanámskeið. Seinna skíðaði hún svo niður Snæfellsjökul sem henni þótti alveg dásamleg upplifun. Á efri árum naut Aldís þess að fylgjast með fjölskyldunni vaxa og dafna, fá heimsóknir en Aðalsteinn, eiginmaður Aldísar, lést árið 2012. Blessuð sé minning hans. Síðustu 4 árin dvaldist Aldís á dvalarheimilinu Jaðri í Ólafsvík og þar lést hún þann 25. nóvember síðastliðinn. Þótt heilsa hennar hefði dalað, bar hún það með æðruleysi og hélt áfram að miðla þeirri hlýju og kyrrð sem fólk kunni alltaf vel við í kringum hana. Ég sá það
sjálfur fljótt eftir að ég fór að venja komu mínar á jaðar að Aldís var ein af þessum manneskjum sem manni fer að þykja strax væntum leið og maður kynnist þeim. Fjölskylda Aldísar hefur beðið mig að koma á framfæri til starfsfólks jaðars þakklæti sínu fyrir hlýju og góða umönnu. Í Guðspjallinu segir Jesús: hjarta yðar skelfist ekki, ég fer að búa yður stað. Í þeim orðum Krists má finna bæði huggun og von. Aldís lifir áfram, ekki aðeins í faðmi Guðs þar sem að Jesús hefur búið henni stað, heldur líka í þeim minningum sem þið sem elskuðuð hana geymið með ykkur. Minningar sem lýsa, styrkja og varðveita það sem gott var, eru hluti af þeirri blessun sem Guð gefur. Slík ljós slokkna ekki og þegar við hleypum þeim að, í hlátri, í söng, í gleði og í kærleika, halda þau áfram að gefa huggun og yl. Við Aldísi segjum við: farð þú í friði, friður Guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. Dýr sé Guði Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verða mun, aldir alda. Amen. Hendur fel þú
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem að þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heiðingjunum og til vegsendar lýð þínum Ísrael. Já, algóði Faðir, við þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von eilífs lífs sem að þú hefur endurfætt oss til fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Líti náð til Aldísar Stefánsdóttur sem að þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Ver oss öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Varveit oss í trúnni á þig, að vér megum ásamt þeim sem að þú hefur endurleist, lofa þig og vegsama að eilífu. Amen. Og við svörum, Amen. Allar bænir vorar félum vér, drottni, í þeirri bæn sem að Jesús hefur kennt og við byggjum allt saman og segjum, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Enda
Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Jörðu ertu komin, jörðu skaltu aftur upp verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þetta eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Við höfum þetta þannig núna að kistan verður borin út og látin að búkka hér fyrir utan. Þá getur fólk gengið fram hjá kistinu á leiðinni út og senkt yfir. Það verða aðeins nánustu aðstandendur Aldísar sem að fylgja henni í kirkjugarðin hér á Ingjashóli. Þannig að öðrum kirkjugestum bent á að fara beint í erfidrykkjuna í Raust að öllum lokinu og þiggja þar veitingar. En taki nú við blessun drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig, drottin láti sína ásjónir lýsa yfir þig og sé þér náðugur, drottin uppliti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Guði séu þakkir sem að gefur og sigurinn fyrir drottin Jesú Krist. Amen.